Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að heyra af ævintýralegri ferð til Kambódíu. Velkomin Helga í þáttinn. Takk fyrir. Þú fórst til Kambódíu sem sjálfboðaliði, var það í hvað fyrra? Já, það var semst í desember í fyrra og fram í febrúar. Já, hvernig ósköpunum kom það til? Ég var bara, þetta var svona gamall draumur. Já. Og ég var alltaf einhvern veginn að bíða eftir rétta tækifærinu til þess að drífa mig af stað eða bíða eftir einhver kemst með mér eða bara svona að þetta myndi einhvern veginn detta á borðið. Já. Og svo allt í einu fattaði ég bara að ég þurfti að láta þetta gerast sjálf og bara drífa mig af stað. Það gerir þetta enginn fyrir þig? Nei. Og þá dreifstu þig bara, en af hverju til Kambódíu? Var það einhver sérstök ástæða? Ég var bara að skoða þarna gegnum Kilroy og fann þetta. Og þetta var fyrir hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarnema. Og þú varst hjúkrunarnemi hérna í Háskólanum á Akureyri? Já. Akkurat. Og hvernig var þetta að koma til Kambódíu? Getur eitthvað lýst þessu fyrir okkur? Þetta var, ég var náttúrulega, vissi ekkert við hverju þetta búast. Nei. En upplifunin að koma þarna fyrst var náttúrulega bara, það var bara einhvern veginn allt út um allt. Það voru engar umferðarreglur eiginlega og það var alltaf einhverju svona chaos og þetta var miklu svona, það voru bara skýli eftir veginum öllum, þar sem að fólk bjó og ég náttúrulega aldrei farið út fyrir Evrópu áður og svo fór ég bara ein til Asíu og vissi ekkert. Langt ferðalag væntanlega, þurftu að fara í margar flugvélar eða hvernig virkar þetta? Ég tók 4 flug, ég var 36 tíma á leiðinni með senkunum. Já, og þarna er þetta svona samtök, það er sem sagt á vegum Kilroy hægt að kaupa svona ferð og í rauninni fá svona starfsvettvang einhvern. Já. Þetta er sem sagt samtök sem heita Green Lion og eru í Asíu og þau eru bæði með þetta sjúkrahús og það, ég líka fór í skóla og var að kenna börnum almennt hreinlæti, kenna þeim að bursta tennunar og kenna þeim að þvo sér hendurnar. Bara svona almennan grunnskóla einhvern? Já, ég fór í marga grunnskóla þarna í kring og við vorum á svæði þarna í norðrinu þar sem að er bara meðaltekjur fólks eru $60 á ári sem er svona 6.000 skall. Það var mjög áhugavert að sjá það. Og það er hægt þarna í Kambódíu? Eru hlutirnir þá svona rosalega ódýrir eða er þetta fólk bara svona rosalega fátækt? Það er rosalega fátækt og það sem ég var. En þetta eru bændur sem eru mikið kannski að skipta sín á milli, kjöt og korn en þetta var að fara inn í skólana, það voru bara moldargólf og börnin... Sátu þau bara á moldargólfi eða hvað? Já, það voru bekkir. Það voru bekkir, já. En það voru líka mismunandi skólarnir, sko. Það var... Og þarna ertu að kenna almennt hreinlæti og ertu svo líka að starfa eitthvað annað eða hvað? Var þetta svona aðalstarfin? Já, ég gerði það í eina viku, fór á milli skólana og svo fór ég inn á sjúkrahús. Og hvernig upplifun var það? Þetta var náttúrulega ótrúlega reynsla. En... Allt annað standard? Já, aðbúnaðurinn var þannig að maður fór í svona erfiðar aðstæður. Það var rosalega skítugt á sjúkrahúsinu og bara ekkert nálægt í eins og... Engin sótthreinsun eða hvað? Nei, alveg voðalega lítið. Það var náttúrulega einhver búnaður til staðar en mjög mikið sem að fólk er að gefa í gegnum samtökin. En þetta var, maður var að horfa fólk til dæmis bara deyja úr sýkingum sem eru svo auðlæknanlegar hér bara að þau voru ekki til sýklalyf eða fólk hafði ekki efnað þeim. Og að því að það eru rosalega litla svona reglur tengdar umferðinni þá var fólk mikið bara að keyra og vinna bara blindfullt. Og þannig að það var að koma inn svolítið svona alvarleg slys og sem var svona einhver meginn reddað, fólk var svona bara tjaslað saman. Og lendir þú í alls konar verkefnum sem þú varst kannski ekki alveg tilbúin að fara í finnst þér eða getur þú nefnt dæmi? Já, ég er með 2 dæmi. Í fyrsta lagi þá hef ég svolítið áhuga á ljósmóðurfræði. Þannig að ég fór og sagði þeim á fæðingardeildinni, sem er svona lítið hús þarna, að ég hefði sem sagt áhuga á því að þú veist, hjálpa þeim þar. Og það hefur einhver svona tungumála örðuleikar verið til staðar því að svo kalla hún í mig og bara eitthvað birth. Og ég stekk af stað og ég fer og bara græja mig upp og fer í hanska og konan er byrjuð að rembast og svo kemur engin annar. Þannig hún hefði örugglega bara haldið að ég var í ljósmóðir eða eitthvað þegar ég sagðist vera að hjálpa til á fæðingardeildinni. Og tókstu eina móti þessu barni? Já, en ég tók á móti barni sem betur fyrir að vera þetta eðlileg fæðing. En... Vá, þetta lítur að hafa verið alveg, þetta var mjög sjokkerandi. Svakalegur skóli. Ég kom með líka, gerði mér ekki grein fyrir hvað börn eru, ég var að hugsa bara hversu sleip eru þau? Ég hef alveg farið í verknám á fæðingardeild en ég var ekkert að taka á móti sjálf. Þannig ég var bara einhvern veginn svona. Tilbúin að grípa það? Já, þannig að fara ekki bara og í vegginn eða eitthvað. En það var hérna... Og gekk þetta allt vel? Það gekk vel og svo tók ég á móti 7 börnum í heildina meðan ég var þarna. Það var yndislegt.
Já. Og sannfæristu, ætlar að fara í ljósmóðurnám, það stefnan? Við langar að gera svo margt, sko. Ég væri bara til, ég á örugglega eftir að vera í skóla alla ævi, en alveg pottþétt á ég eftir að skoða það. Þvílíkt og annað eins. Og einhver önnur saga sagðirðu sem þú lendir í þarna? Heyrðu, já, það var eftir að flestir voru farnir heim. Þá kom maður sem að vantaði sérst að hann hefði verið að vinna drukkinn og sett höndina ofan í svona kartöfluskurðvél. Og það vantaði framan á fingurinn á honum og bara sprautaðist þarna. Og það var kallaði mig og þær sem voru með mér. Og það þurfti að amputera, að taka puttan af upp að næsta lið og sauma fyrir. Og við fengum einhverja svona léttari leiðbeiningar það og svo þegar komið búnaðinn þá var það bara skæri og ekki einu svona góð skæri, þau voru ryðguð. Til að amputera? Já, þannig við vorum eitthvað með bara svona sarga þarna. Jésús! Og þurfti þú svo að sauma fyrir eða? Já, við reyndar, það voru 2 læknanemar með mig líka og við svona pínu bara svona skiptist á. Þetta hefur verið rosa skóli fyrir þig, en upplifir þú svo eitthvað svona að koma heim aftur? Var það ekki líka pínu erfitt eftir að hafa upplifað allt þetta? Jú. Hefur heimsýn þín eitthvað breyst, heldur þú? Já, maður breytist náttúrulega við þetta. Já. En ég bjóst alltaf í menningarsjokki að ég fara út, en það var ekki, mér leið bara eins og ég ætti heima þarna, þú veist, það er enginn í símanum sínum og það er svona ótrúlegt frelsi, það er margt erfitt sem maður sér en mann líður rosalega vel. Fólkið gott. Já. Og ég náttúrulega lenti líka í því að því ég var ljósærð að það var bara alltaf eins og ég væri fræg. Ég var bara með strollu og fólki á eftir mér og konur að biðja mig um að halda á börnunum sínum og taka myndir og þetta var bara sérstakt. Og allir heilsuðu mér og hlupu eftir hjólinu mínu þegar ég hjólaði í vinnuna. Var þetta aldrei óþægilegt? Þetta var alveg skrítið, sko. Og ég svona, já, og sérstaklega fyrst þegar það myndaðist bara röð við hliðina á mér af kynverum sem voru eitthvað að túristast þarna og komu einn og fengu mynda sér með mér. En upplifðir þú eitthvað menningarsjokk að því að koma heim? Já. Þá var ég hafði hugsað mér að búa úti en svo gekk það ekki upp þannig ég kom bara aftur heim og þá svona dundi yfir mig hvað ég átti mikið að dóti og hvað við höfðum það rosalega gott og hvað ég hafði einhvern veginn aldrei kunnað að meta það. Og ég var búin að horfa á fólk sem átti ekkert ekki einu skó á fæturnar á sér eða tannbursta og það var alltaf glatt. Vákvæmdur holl leksía fyrir alla, sennilega. Þetta var Veistu, það hefur verið svo gaman að tala við í allan dag, tíminn er hlaupinn frá okkur, en bara kæra þakki fyrir að koma og segja frá þessu og vonandi lendur í fleiri svona ævintýrum og gangi þér vel. Klárlega, takk fyrir. Takk.